daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson. Þetta ætlar að ganga núna í þetta skipti. Komin hérna live og það svo magnað þegar maður út í svona tækninýjungar einhverjar. Það alltaf eins og að strax svo eitthvað fyrir að virka að þá fyrir annað að klikka. En ég á mikið að þakka honum Gunnar Inga sem dyggur hlustandi, en hann hefur séð til þess að svona, ég kom með alls konar græjur hérna eins og þið sjáið, það hægt að skipta út og eitthvað þannig. En þetta eins og ég segi, þetta rosalega mikilvægt þegar maður fer út í einhver svona nýjar tækninýjungar. Þá gengur það oft brösulega. En ég held ég sé komin upp á lag með þetta og nú bara að sjá hvort þetta mun ekki allt smella saman. En ég stefni á það núna hérðan í frá að koma aðeins betri skikk á það hvernig ég haga þessum málum. Bæði með hlaðvarpið Pæling og sömuleiðis með þessa þætti Pæling dagsins. En þeir munu í það minnsta koma út núna alltaf í beinni á 50 dögum og ég stefni núna líka á það alltaf á hádegi, á mánudögum og miðvikudögum eða miðvikudögum og föstudögum. Það ekki alveg slegið á fast og þá mun alltaf koma út þættir. Þannig að þið munið svona koma með mér í þetta ferðalag að koma smá svona reglu á þetta. Og svo mun ég alltaf vera í beinni á 50 dögum og svo kannski mögulega sé til hvort ég fjölgi ekki þeim út af því að ég held að þetta sé svona í auðveldari kantinum. En nú að sjálfsögðu ef þið eruð ekki að horfa á þetta á pardus.is/einpæling eða í gegnum áskriftarveituna með RSS-hlekk í Apple Podcast eða annar staðar, að þá að sjálfsögðu eruð að fá þessa þætti töluvert síðar og með auglýsingum. Já, það svo sem ekkert fleira þetta að segja. Ég ætla bara að koma að skikka á þetta og þið munuð í rauninni bara núna sjá alltaf þetta með reglubundnari hætti. Ég ætla líka að færa þessa live þætti, það að segja í beinni klukkan 8:30. Þannig að þeir verða alltaf á 50 dögum klukkan 8:30 og svo eftir því sem að miðar áfram þá vonast ég til að gera þetta oftar í vikunni. En vindum okkur bara að efni dagsins. Það var náttúrulega að koma í gær. Ég var búinn að skipuleggja alveg slatta fyrir ykkur. Það kom náttúrulega núna í gær að Ísland ekki að taka þátt í Eurovision. Og ég náttúrulega eins og ég hef sagt hérna áður, þá þykir mér þetta alveg vera óskiljanleg meðvirkni. Það kom einhverjar nokkrar hræður þarna fyrir utan útvarpshúsið. Og í kjölfarið þá náttúrulega rökklast þessir aðilar sem eru í stjórn RÚV til þess að slá það af borðinu að Ísland muni taka þátt ásamt einhverjum öðrum meðvirkum þjóðum. Ég hef náttúrulega sagt áður að ég vil heldur ekki að Rússum sé meinaður aðgangur og að það bara sé einhvern veginn fráleitt að vera einhvern veginn alltaf að ýta út þjóðum í menningarlegu tilliti. Ég tel að menningarlegt talsamband sé gríðarlega mikilvægt í þessum efnum, en það eitthvað svo sérstaklega fyndið með Eurovision. Sko náttúrulega aðdáendur Eurovision einhver meðvirkasta svona hjörð sem að til Það bara hvergi til annar eins hópur. Við höfum séð þetta í körfuboltinni, það voru einhverjum stelpur, hvort það voru ekki handbolta, sem að héldu fyrir Rapid-merkið og voru eitthvað pirraðir yfir því að við varum að taka þátt í þessu og þar voru náttúrulega fleiri svona atvinnulausir mættir til þess að berja á hurðina þegar að þar var verið að heyja kappleik í handbolta. En eins og við höfum náttúrulega séð mjög oft í öllu tilliti þá náttúrulega engin annar hópur eins meðvirkur. Þeir sem horfa til dæmis á fótbolta eru ekki meðvirkir og þeir sem eru að stunda ýmislegt annað eru ekki meðvirkir eins og Eurovision aðdáendur. En það sem að mér þótti svolítið sérstakt í þessu að eins og þið sjáið hérna, ég fór aðeins að skoða niðurstöður úr Eurovision undanfarin ár og undanfarin 2 ár sérstaklega náttúrulega út af því að hryðjuverka árásinnar 7. október sem að Páll Óskar enda segir að sé bara eitthvað svona bullrök, að þá hefur náttúrulega Eurovision verið haldið tvisvar, 2024 og 2025
Og það sem ég ætla ekki alveg sérstakt sko, eins og við sjáum hérna, að þá lenti Ísrael hérna í 5. sæti og þetta árið 2024. Það er þar síðasta Eurovision. Og það sem mér þótti svolítið merkilegt, þegar maður fór að skoða þetta, hérna var The Code sem að bar sigur úr bítum, sem að var hérna Sviss með 591 stig. En sko ef við skoðum aðeins tölun hérna í þessu og hérna rýnum aðeins í þetta, að þá fær Ísrael 323 stig frá sem sagt þeim sem að kusu. Það er að segja almenningur, það er merkt public. Og þetta virkar sér þannig að það er dómnefnd sem að er helmingur stigana og þeir gefa þeim hérna 52 stig en þjóðirnar gáfu Ísrael 323 stig sem er næst mesta. Króatía eina lagið, þetta var náttúrulega mjög vinsælt lag þegar þetta var árið 2024 en hann lendi Ísrael í öðru sæti. Og förum þá yfir í 2025 að þar lendir Ísrael í öðru sæti í heildina en fær 297 atkvæði frá almenningi og er í hæsta sæti, það er að segja fyrsta sæti. Og þetta þykir mér svo merkilegt út af því að það sem að hefur náttúrulega verið og það ástæðan fyrir ég að fara aðeins yfir þetta er að fólk er komið með algerlega upp í kok af þessum cancel-kultúr. Þú getur verið á hvaða afstöðu sem er gagnvart Ísrael og Palestínu og ég hef náttúrulega farið yfir það hérna. Það var til dæmis núna bara í morgun að koma fréttur það að hérna landtökubyggðir, hvort það var ekki hérna fjármálaráðherra eða einhver ráðherra, ég man nú ekki hver það var, sem að var að segja núna að þeir var að fara að byggja byggð fyrir 725 manneskjur til viðbótar. Og ég tel að það sem er til dæmis að gerast á Vesturbakkanum sé ekki réttmætt. Ég tel að þessar landtöku byggðir sé eitthvað sem að þurfi að halda í skefjum en ég tel bara að Eurovision sko, hvað er þetta? Þetta er í flestum tilfellum svona samkynhneigðir karlmann komnir með svona einhvern smá svona testa kollvik og í góðu formi sem er að dansa við tónlist sem er ekki góð og fólk fær mikla gleði úr þessu og þetta hefur ákveðið svona menningarlegt gildi. Fólk talar að hvítþvo. Mér finnst þetta bara að vera della. Eins og þið sjáið þá er þetta náttúrulega ekki gerast á neinum öðrum sviðum. Það er bara þetta fólk sem er komið fyrir utan RÚV að klappa sér á baki fyrir það að vera góðar manneskjur sem að vilja einhvern veginn, gera nákvæmlega það, mála sig upp sem góðar manneskjur, fá einhver svona menningartengt stig á Íslandi undir þeim formerkjum að þeir séu betri en annað fólk. Ég tel bara þetta vera algera dellu og eins og þið sjáið á þessum tölum hérna, það verður mjög áhugavert að fylgjast með Ísrael í þessari næstu keppni, að fólk er komið með upp í kok af þessum svona þessari stanslausu hugmynd það að til dæmis að fólk sem þessi keppni, þessi keppni sem átti að vera að einhverju leyti ómenningar tengd, það er að segja þetta kemur þannig kjölfar eftirstríðsáranna og átti að vera svona sammenningar tákn það að við ætlum að halda þessu ópólitísku og svo kemur fólk og heimtar það að þetta sé pólitískt. Það er ekkert pólitískt við þessa keppni að því undanskildu að fólk heimtar að það sé pólitísk keppni. Og það sem er náttúrulega magnað í þessu, ég menna fór ekki af Spán, hérna gáfu náttúrulega Ísrael fullt hús stiga á fleiri þjóðir og það var held ég farið í rannsóknarvinnu á því að athuga af hverju það hefði gerst, af hverju fólk væri svona vondar manneskju gagnvart þessu. En ég menna fólk er bara komið með upp í kok af þessu og nennir þessari dellu ekkert lengur. Það meikar ekkert sens að vera að taka einhverja svona keppni sem á að vera ópólitísk og færa hana yfir það að vera pólitísk út af því einhverjir brjálæðingar eru komnir fyrir utan útvarpsstöðvar. Mér finnst þetta bara rosalega sérkennilegt og það að við skulum vera að taka þátt í þessu, ég veit ekki hvað skal segja, hvað getur maður sagt, þetta er bara, við erum alltaf einhvern veginn að draga allt í land hér og slá okkur á bakið fyrir það, eða klappa okkur á bakið, svona mismunandi hvort gildir, fyrir það að vera að taka þátt í einhverjum menningaratburðum.
Þú veist, Netanyahu að fara að spá í það hvort að Ísland verði í Eurovision eða ekki? Fólk segir það, já, nefnir að Suður-Afríka var náttúrulega bara bolað út einmitt svona með því einhvern veginn að taka menningartengd fyrirbæri og ýta fólki út og ég bara, ok, flott, en við lifum bara ekkert á þeim tímum þegar Suður-Afríka var á þessum stað. Við sjáum það bara með stríðinu við Rússa og eins og segi, ég vil ekki að Rússum sé bolað út, ég vil til að svona sérstaklega með menningatengd mál að í fyrsta lagi náttúrulega þetta ekki að fjármagna neinn stríðsrekstur svona Eurovision keppnir, en að því undanskildu að þá náttúrulega bara gott að hafa menningarlegt talsamband einmitt til þess að geta komið bara ýmsum álitaefnum á framfæri. Hlaðvarpið í samstarfi við Fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á Fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á Fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur Fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona að grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. En þetta svona og við höfum ákveðið að gera þetta svona út af stjórnlausri meðvirkni með fólki sem að kemur og nær einhvern veginn að öskra allt niður. Og við höfum náttúrulega bara að sjá, við getum tekið orkumál sem dæmi hér á landi, við getum tekið Drekasvæðið, að það bara alltaf einhverju minnihluti sem að, það var nú Heiðar Guðjónsson sem sagði þetta núna fyrir skömmu þetta í viðtali hjá mér, þar sem hann var að segja þetta, þú veist, Magga Stína bara alltaf brjáluð yfir öllu og ætlum við að fara að reka okkar utanríkisstefnu og okkar menningarstefnu undir þeim formerkjum að það sé einhver manneskja sem alltaf að fara úr límingunum yfir öllu. Þú veist, þetta bara meikar engan sens og þú veist, við getum tekið önnur dæmi eins og með Pál Óskar, ég meina, hann hefur mjög varhugaverðar hugmyndir til dæmis gyðinga eins og hefur komið fram í hans, það sem hann hefur náttúrulega bara sagt berum orðum. Hérna til dæmis segir hann, sagði gyðinga sauma sinn í Evrópu á mjög lúmskan hátt og ekkert hafa lært af helförinni. Þú veist, mjög sérkjæð, hann baðst afsökunar á þessu og allt þannig, en ég einhvern veginn, og hann setur þetta í samhengi við Ísrael og annað og Ísrael og Palestínu fyrir ekki, en ég einhvern veginn, mér finnst svo sérstakt að við séum komin samt á þannan stað að við erum bara, það er bara eðlilegt að vera í einhver svona menningarlegum slaufunum og þú veist, eru slaufanir búin að vera að virka hingað til? Hvaða áhrif hafa slaufanir haft? Bara neikvæð og það er mér finnst það bara að vera sorglegt að svona margir séu meðvirkja gagnvart þessu en þetta svo sem, ég meina ég engin sérstakar aðdáandi Eurovision en ég mun horfa núna og ég mun glaður horfa. Mér fannst þetta alltaf, við erum í vinahóp þar sem að fólk kemur saman og horfir á þetta og eru hardcore aðdáendur, alveg bara svona hafa spáð í lögunum fyrirfram og annað. Þar voru allir bara peppaðir yfir þessu. Þannig að þetta mjög skrítinn staður og ég ætla að reyndar að tvinna þetta alltaf saman í svona það sem ég að fara að ræða hérna í dag sem meðal annars ný öryggisstefna Bandaríkjanna og nú hefur það náttúrulega komið upp úr hattinum að Bandaríkjamenn eru bara með nýja öryggisstefnu og ég lét gervigreindina taka þetta pínu saman fyrir mig að það kemur sem sagt út skýrsla Donald Trump þar sem hann að fara í og svona reifa þær hugmyndir og hvort það sé Marco Rubio og aðrir það að Evrópa sé komin bara á verulega vondan stað og að það þurfi eitthvað virkilega breytast til að ekki fara í óefni
og sko ég var fyrst eitthvað svona, já, ég meina Bandaríkjamenn eitthvað að draga sig úr. Albert Jónsson hefur til og með sagt núna að þetta sé merki þess að þeir séu að fara að draga sig út, það er að segja Bandaríkjamenn, og ég reyndar sko get ekki alveg tekið undir það. Út af því að ef maður hefur verið að fylgjast með bandarísku stjórnmálum undanfarið, að þá hefur það náttúrulega bara komið svolítið upp úr hattinum að að Donald Trump er svolítið, hvað ég að segja, þetta er svona ákveðin merkjapólitík, það er að segja signaling. Hann er alltaf að gefa merki eitthvað ákveð með í rauninni annars konar markmið að leiðarljósi. Hann er ekki það sem ég myndi segja að tala hreint út, heldur er hann í flestum tilfellum að taka svona sterkt til orða til þess að fá þann sem hann er í samræðum við til þess að haga sér á tiltekið máta. Núna hefur náttúrulega verið rætt það að Evrópa eigi að fara að borga meira til NATO og vera meira sýnileg í varnarmálum, og Diljá Mist Einarsdóttir náttúrulega þegar hann kom fram í silfrinu tók undir þetta. Það talaði það að við förum upp í 1,5% á meðan aðrar þjóðir eiga að fara upp í 5%. Ég fór reyndar að skoða sögulega tölur og núna undanfarin ár hefur náttúrulega Bandaríkin verið að eyða sko 3,7% til beinna hernaðar framlaga í eigin varnir, og náttúrulega með, hvað við segja, þeir eru með náttúrulega bara varnir allstaðar í heiminum. Sko, ég held að það sé samt sko hátt í 8-10% þegar allt heila klappið er tekið saman. Það er ótrúlega mikið sem er notað í varnarrekstur Bandaríkjanna, og það að við erum að fara að eyða 1,5% er náttúrulega bara sára lítið. Það hefur eitthvað verið rætt það hvort að þetta sjáist ekki í fjárlögum, og þá kemur örugglega ríkisstjórnin og segir jú, þetta er í fjárlögunum og er í einhverju innviða uppbyggingu og annað. Ég ætla ekki að fara út í það nákvæmlega í dag. En það sem að sko kemur fram í þessari skýrslu er bara helstu áskorunni Evrópu, sem þeir segja að stefnan lýsir djúpstæðum áskorunum sem Evrópa stendur frammi fyrir. Hún bendur á efnahagsleg staða Evrópu hefur hrakað verulega. Álfan hefur farið úr því að framleiða 25% af heimsframleiðslu árið 1990 niður í aðeins 14% í dag. Þetta er ekki eingöngu efnahagslegt mál, heldur endurspegli kerfislega veikleika, og þar nefnaðir ofvaxið regluverk og skriffinnska sem kæfa nýsköpun, sammála því, skortur á menningarlegu og þjóðlegu sjálfstrausti, ég er líka sammála því, neikvæð áhrif fjöldainnflutnings á samfélagsgerð, öryggi og samheldni, sem ég hef náttúrulega rætt mjög oft hérna áður, fæðingatíðni undir endurnýjungarstigi, vaxandi ritskoðun, takmarkanir á tjáningafrelsi og pólitískt ofríki, aukin áhrif yfirþjóðlegra stofnana sem grafa undan fullveldi ríkja. Samkvæmt stefnunni stendur Evrópa frammi fyrir siðferðislegri og menningarlegri upplausn sem gæti gert álfuna óþekkjanlega innan 2 áratuga ef ekkert breytist. Sko, sama hvað manni finnst Donald Trump og svona ýmis, já, hvað var að segja, áferðina á hans ríkisstjórn, að þá get ég ekki verið ósammála þessu, og nei, ég er ekkert fjármagnaður af Rússum, og nei, ég er ekki einhverju upplýsingaóreiðu. Þetta er eitthvað sem að flestir sem að ég tala við á hinum ýmsum sviðum og inn í samfélaginu eru sammála Það er eitthvað búið að breytast, sérstaklega þegar maður fer til Evrópu, og að einhverju leyti hefur þetta bara verið hummað af sér. Maður er jafnvel að sjá sko ímama, sem sagt múslima, svona leiðtoga sem að með berum orðum segja bara að það þurfi að berjast gegn vestrænni menningu innanfrá, og að islam muni taka yfir eins og Bretland og Danmörku og Noreg og annar staðar, og við öll önnur tilefni. Ef að við myndum sjá einhvern segja að hvíti stofninn þurfi að taka yfir einhverja álfu, að þá myndi það vera einhvers konar, já, varúðarmerki og tilefni til þess að skoða betur. En í Evrópu hefur þetta einhvern veginn verið mál sem bara hægt að humma af sér. Hægt bara einhvern veginn að segja já, nei, við höfum nú ekki miklar áhyggjur af þessu út af því að þetta einhvern veginn reddast með inngildingu og öðru, og með því að passa upp á það að hatur leiti ekki upp á yfirborðið. En það sem þeir eru að segja þarna er náttúrulega bara með berum orðum nákvæmlega
eins og ég held að fjölmargir í Evrópu sjá stöðuna. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta og ástæðan fyrir því ég er ósammála Alberti Jónssyni það að þetta sé merki þess að að Bandaríkjamenn sé að fara að draga sig úr Evrópu er út af því að sko allir þeir fjármunir og fjárfesting sem að sko Bandaríkjamenn hafa gert í Evrópu er náttúrulega gríðarlega mikið, sögulega séð hafa þeir vonda reynslu af því að að Evrópa sé svona, andstæðingar þeirra, sérstaklega í hernaðarlegu tilliti. Við vitum alveg hvað gerist þegar að til dæmis þýsk skilvirkni fer í það að búa til meiri hergagnaöflun og annað. En aftur á móti þá held ég að þetta séu þeir sem eru í ríkisstjórn Bandaríkjanna að gefa merki þess að þeir vilji hafa áhrif á stjórnmálin meira heldur en þeir hafa haft hingað til. Ég held að þetta sé vissulega merki þess að Trump og Elon Musk og fleiri vilji sjá stefnubreytingu í Evrópu. Þeir tala líka í þessari skýrslu. Það sem að mér þótti svolítið sérstakt í umræðum við þessa skýrslu var að hafa sagt að Trump hefði hjólað í Evrópu og Evrópumenn en ekkert mikið talað það sem hann var að segja, sem að var þetta. Það er þetta með ofvaxið regluverk, tjáningafrelsi, fjöldainflutningur fólks og áhrif þess á samfélagsgerð og öryggi sem að flestir hér á landi eru meira þess að tala Flestir sem að fara allir til Evrópu koma tilbaka og segja, heyrðu, vá hvað þetta er búið að breytast, þetta getur ekki gengið til lengdar. Aukin áhrif yfir þjóðlegra stofnana sem grafa undan fullveldi ríkja. Ég held að þetta sé eitthvað sem að er í auknum mæli að hafa áhrif á stjórnmálin bæði í Evrópu. Þetta mun náttúrulega vera hluti af umræðum Evrópusambandið. Evrópusambandið er náttúrulega setti í mann og ekki alveg hvað það var eitthvað sem Elon Musk gerði sem að olli því að Elon Musk er alltaf hjóla í Evrópusambandið og að segja að það að taka það úr sambandi. Alls konar álitaefni það náttúrulega, ég tel það vera full djúpt í árana tekið, en aftur á móti þá eins og Draghi-skýrslan sýnir að þá er Evrópa bara í verulega vondum málum og það hefur að gera að hluta til með Evrópusambandið. Evrópusambandið hefur ekki verið gott fyrir Evrópu tel ég heilt á litið. Straumlínulega regluverk og fleira hefur verið ágætt en þeir fóru að stíga skref í átt að því að þessar reglur ættu að vera yfirfærðar eða það að segja ættu að vera rétthærri heldur en landslög. Mér þykir það bara algjörlega galið, þá er bara búið að taka lýðræðið úr sambandi, þá er bara búið að segja við fólk bara já, ok, við erum með fólk hérna í Brussel sem er að fara að taka ákvarðanir, þið getið verið að dútla ykkur eitthvað þannig þingin og að setja lög, en ef þið setjið einhvers konar lög sem fyrir berhögg við okkar eigin reglur, að þá mun það sjálfkrafa leiða til þess að okkar reglur séu rétthærri. Þannig að mér finnst þetta með Evrópusambandið og hvernig þeir eru að þróast vera bara mjög, creepy. Svo náttúrulega talar skýrslan hlut Rússlands og stríðið í Úkraínu. Bandaríkin telja að Evrópa hafi í raun mikla efnahagslega burði gagnvart Rússlandi nema hvað varðar kjarnorkuvopn, þrátt fyrir það að ríki ótti og óstöðuleiki Evrópu sem rekin áfram á Úkraínustríði og pólitískum klofningi innan Evrópu. Stefnan segir Bandaríkjamenn vilja hraða stöðvun stríðinsins í Úkraínu, þörfa endurreisn og strategísk stöðuleika í Evrópu og segja sitt hvað fleira. Þeir tala líka mikilvægi Evrópu fyrir Bandaríkin og segja hérna þrátt fyrir aukna áherslu á aðra heimshluta, sérstaklega Asíu, Evrópa sögð bæði strategískt og menningarlega ómissandi fyrir Bandaríkin. Evrópa áfram mikilvægur viðskiptaaðili og tæknivettvangur. Evrópa menningarlega skyld Bandaríkjanum og mikilvægur bandamaður, sterk og sjálfbær Evrópa stuðlar að alþjóðlegum stöðuleika. Bandaríkin vilja ekki afskrifa Evrópu heldur styrkjana. Þarna náttúrulega miðlægi punkturinn af því sem ég að tala áðan. Ég held að það sé ekkert í þessu sem að sýnir fram á það að Bandaríkjamenn sé einhvern veginn að fjarlægast Evrópu út af því að það væri bæði strategískt heimskulegt að þeim en líka að það væri bara, þeir myndu missa svona áhrifamátt sem geta gengið að vísum. Þetta eitthvað sem var sagt oft í sambandi við Grænland, þar sem að það var rætt það að í Grænlandi
hefðu þeir í raun geta gengið af ýmsum innviðum, bara getur gert það bara, það væri sjálfsagður hlutur að Bandaríkjamenn getur gengið að innviðum Danmerkur í Grænlandi vísum. Þetta, ég er nú ekki mikill aðdáandi Trump, en ég einhvern veginn sé þetta ekki í sama ljósi og svona maður er að sjá í hinum ýmsu miðlum, sérstaklega þegar maður les þessa skýrslu í heild. Þeir tala stöðugleika í Evrópu, stuðla að friði, sjálfstæði Evrópu í öryggismálum. Ég veit ekki af hverju það ætti að vera neikvætt. Stuðningur við þjóðlegar endurreisn. Bandaríkin vilja sjá Evrópu styrkja lýðræði, tjáningarfrelsi, þjóðarvitund og menningarlega sjálfsmynd. Þau lýsa yfir stuðningi við evrópsk stjórnmálaöfl sem leitast við að snúa þróuninni við. Þarna eru þeir náttúrulega að tala flokka eins og AfD og fleiri, og þetta er það sem maður les úr þessu. Þeir vilja breyta ekki stjórnarfar, heldur stjórnvöld. Og það sem mér finnst ég sjá miklu meira í þessu er bara að fólk er svolítið orðið hrætt við það að missa völdin. Loka ályktun kaflans Evrópu, þá stendur framtíðarsýn, endurreisn evrópskrar stærðar, er sterk, fullvalda og menningarlega sjálfsörugg, er varnartæknilega, burðu og efnahagslega samkeppnishæf, getur staðið án þess að reiða sig á Bandaríkin alla hluti, er samstilltur bandamaður gegn stórveldum sem vilja ná yfirráðum í Evrópu. Bandaríkin lýsa sig reiðubúin til að hjálpa Evrópu að vera aftur stórveldi með þeim fyrirvara að Evrópa þurfi sjálfa að hætta stefnu sem veikjar hana, til dæmis ofstjórn á óheftum innflytjendamálum og menningarlegu sjálfshatri. Og ég les þetta og ég get ekkert verið svakalega ósammála þessu, og það sem meira er að maður tekur eftir því að ef við til dæmis horfum á þetta varar við að Evrópa standi frammi fyrir útrýmingu siðmenningar. Þetta er eitthvað sem að Bandaríkjamenn hafa miklar áhyggjur af og segja bara að hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfaldlega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Segja sem sagt að vara við að Evrópa standi frammi fyrir siðmenningar útrýmingu eða útrýmingu siðmenningar. Bandaríkjastjórn varar við í nýrri þjóðaröryggisstefnu sem við vorum að lesa úr að Evrópa verði óþekkilega en 20 ára. Er það svo rangt? Nú er talað The Great Replacement Theory sem að ég hef ekkert eitthvað trúa á að sé eitthvað svona yfir þjóðleg dulin samtök sem einhvern veginn að berjast fyrir því. Þannig aftur á móti, eins og ég hef fjallað áður, að þegar þú tekur mismunandi breytur demografíur og skoðar mismunandi forsendur það hvernig þróunin hefur orðið undanfarin ár, að þá er það ekki rangt að Evrópa verði óþekkjanleg eftir 20 ár ef fram heldur sem horfir. Það er ekkert rangt að Evrópa hefur tekið stórkostlegt stökk fram á við eða aftur á bak, hvernig sem þú lítur á það, í menningarlegu tilliti. Við höfum verið að bulla í okkur í háskólanámi það að það sé allt hræðilegt sem hefur komið frá Evrópu og við höfum einhvern veginn að vera alltaf að skammast okkar fyrir allt sem er
það bara hefur komið fyrir heiminn. Það hefur einhvern veginn alltaf verið þannig að áður en að hvíti maðurinn kom á hvers kyns svæði að þá hefur það bara verið einhvern veginn frábært og maður bara einhvern veginn, þú veist, ég þarf ekki að fara dýpra ofan í það án þess að fólk sjái gegnum þessa vitleysu. En það hefur verið þessi réttrúnaður og þessi della sem hefur bara leitt okkur út í algjöra vitleysu sem betur fer. Þá erum við ekki komin jafn langt hér á landi sem betur fer. En það er alveg tekin á lofti gagnvart vítlaumis og út af það er svona byrjaði ég líka að tala um Eurovision þó sem ég hafi ekki sérstaklega gaman á Eurovision að þá er þetta eitthvað sem að er augljóslega að hafa áhrif á menningu okkar þegar við erum með gólandi minnihluta sem að heimtar það að við hættum í einhverju keppni. Mér finnst þetta ekki vera ekki neitt. Mér finnst þetta bara vera hluti af ákveðinni, já, bara byltingu, menningabyltingu sem að mun óumflýjanlega leiða til átaka ef að það er ekki tekist á við þetta. En það er samt ekki eins og að sé ekki einhverjir að takast á við þetta. Núna hefur náttúrulega Mette Frederiksen gerst fræg fyrir það að vera að taka allir með útlendingamálunum og hún er hérna allir með að ganga bara ennþá lengra þar sem hún segir að hún hótar að ganga úr Evrópusambandinu ef hún fær ekki að svipta útlendinga ríkisfangi. Dönsku ríkisstjórnarflokkarnir eru klofnir yfir því hvort að landið ætti að segja sig úr Evrópusambandinu ríkisfang og svo stjórnvöld geti löglega svipt erlenda afbrotamenn dönsku ríkisfangi. Formaður eins ríkisstjórnarflokksins viðraði þá hugmynd í gær að segja sig úr samningnum ef Danir kom ekki sínum breytingum í gegn. Að sjálfsögðu. Af hverju ættu Danir ekki hafa áhrif á sína eigin löggjöf í útlendingamálum? Og þá er þetta bara góð spurning gagnvart okkur í Evrópusambandinu. Ég var náttúrulega að tala nýlega við Þorbjörgu Sigríði og ef ég hefði vitað þetta þá hefði ég náttúrulega spurt hann út í þetta hvort að við ættum að vera að ganga inn í Evrópusamband ef að hún til dæmis með og hvað reynda bara þýðir það fyrir okkur ef að hún ætlar að fara að setja lög núna að hún ætlar að svipta erlenda ríkisborgara dvalarleyfi. Hvað með þá sem að hafa fengið ríkisborgararétt en halda áfram að brjóta af sér? Að sjálfsögðu á náttúrulega að svipta þá líka. En ættum við þá bara að segja já, nei, það er ekki hægt út af því að við erum í EES og við ætlum að fara að keyra inn bókun 35. Þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem er mjög áhugavert og hann Troels Lund Poulsen, varnarmálaráðherra Danmerkur og formaður Venstre, sagði við dagblaðið Berlingske í gær að til greina kæmi að Danir segðu upp allt sína Evrópusamningnum ef ríkisstjórnin að ekki gera tilætlaðar breytingar á ríkisborgaralögum sambandsins fyrir næstu kosningar. Og er einhver pirraður yfir, þú veist, er í alvörunni myndi einhver að vera pirraður yfir þessu? Að Danir vilji fara þessa leið? Ég er bara, sem Dani er ég pirraður ef við værum ekki að fara þessa leið. Og ég held til dæmis að þetta sé eitthvað sem að er að fara að koma með slíku offorsið. Það skiptir engu máli, eins og ég sagði við Arndísi Önnu núna nýlega, skiptir engu máli hvernig við tölum útlendingamál. Þau eru að fara að breytast svo ótrúlega hratt í Evrópu og ég held reyndar að núna með þetta útspil þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna að þetta muni koma til með að hafa ennþá meiri áhrif. Og ef við höldum áfram hérna þá var Jón Trausti Reynisson hjá Heimildinni að skrifa hérna grein líka þar sem hann fór einmitt svona yfir þetta sama þar sem að hann segir einmitt að Snorri Másson sagði að hrun vestrænar siðmenningar vofir yfir margt bendir til þess að hann hafi rétt fyrir sér og þarna fer náttúrulega Jón Trausti yfir það að svona hvernig hrun þetta kæmi til með að vera. Það hrun siðmenningar sem Snorri Másson og Donald Trump Bandaríkjaforseti tala í samhljómi snýst að innflytjendur muni skipta út mannfjöldanum í Evrópu sem lifir við lága fæðingartíðni. Þetta hefur verið kallað stóra útskiptiskenningin eða Great Replacement Theory. Þetta er ekki the Great Replacement Theory út af því að sko, ég eiginlega þora fullyrða ég er nánast 100% viss að ég með skilst að the Great Replacement Theory snýst eitthvað yfirþjóðlegt yfirvald sem að hefur að gera með einhverja kubla menn sem að hittast í Davos sem að gera þetta og George Soros og eitthvað hannig. Ég held að alveg óháð öllum þessum kenningum
að þá talar tölfræðin sínu máli og það það sem að Snorri Másson að segja. Sko, Snorri Másson hérna ágætur, en sko það alltaf verið svona í að því eins og hann sé einhvern veginn að keyra á einhverju svona, já, svona menningarlega varhugaverðu. Það alltaf fyllt í eyðurnar á því sem hann að segja til þess einmitt að svona, já, hérna hann að nefna fæðingartíðni, já, það náttúrulega hundaflauta og hundaflauta orðið svona eitthvað hugtak sem að við notum þegar við viljum í rauninni að andstæðingur okkar sé að segja eitthvað sem hann ekkert raunverulega að segja, en það auðveldar að fylla í eyðurnar. Tölfræðilega hins vegar, eins og við tökum bara Íslandi, sko, hann hérna í skýrslunni segir til 20 ára. Nú muna eflaust einhverjir eftir Íslandi árið 2005. Það var algjörlega öðruvísi heldur en það akkurat í dag. Margt gott en margt eitthvað sem að við þurfum alveg að pæla í og mér finnst alltaf að bara að ræða það. En það alltaf, eins og þegar við erum að tala einhvers konar svona menningarbreytingar, þegar við erum að tala það sem að má kalla menningarlegt svona hrun vestræna siðmenningar í Evrópu, að þá þú veist, liggur það alveg ljóst fyrir, það sjá alveg, þegar maður fer til London, maður sér alveg hvað búið að gerast, þegar maður fer til Danmerkur, maður sér alveg hvað búið að gerast, þegar maður fer til Svíþjóðar, þú veist, þá sér maður alveg hvað búið að gerast, það ég núna eitt í þessu til dæmis, stefnir í þreföldun ungra eða grunaðra barna og 54 börn yngri en 15 ára hafa verið grunuð tilræði það sem verið þessu ári, frá janúar til og með nóvember í Svíþjóð. Þetta hermir opinberri tölfræði frá embætti saksóknara. Greitt aðgengi að sprengiefnum og ungmennum. Ef framheldur sem horfir út á mun fjöldi barna sem grunaður sprengitilræði þrefaldast frá fyrra ári. 21 barn var grunað árið 2024, 17 voru grunað árið 2023 og frá 2018 til 2022 aðeins 1 tilvik. Þetta breyting sem hefur orðið með fjölgun innflytjenda í Svíþjóð og það kannski óþægilegt að horfast í augu við það, en þetta hluti af því. Svíþjóð og Malmö voru öruggustu staðir sem að til voru. Núna þeir komnir bara lengst niður listan og þetta var einmitt út af því að fólk ætlaði að vera svo umburðarlynt og fólk ætlaði að vera svo gott og fólk ætlaði að fara að bjarga öllum heiminum og fleira. Þetta aftur á móti hefur ollið því að Svíþjóð á miklu verri stað heldur en þeir voru fyrir ekki svo löngu og við getum alveg sagt við okkur bara já, nei, þetta nú bara eitthvað hatur og Snorri Másson nú bara með einhverju hundaflautu pólitík og annað. Þú veist, Jón Trausti hjá Heimildinni heldur áfram í þessari frétt sem ég var að fara yfir að mannfjöldakrísan. Auðvelt að sjá tölur sem sýna að Snorri Másson hefur rétt fyrir sér lækkun fæðingartíðni og fjölgun innflytjenda. Á síðustu 8 árum hefur liðlega 40.000 manns flutt til Íslands umfram brottflutta sem mesti aðflutningur í sögu landsins. Fæðingartíðni hefur frá 1960 fallið úr 4,27 fædd börn á hverja konu í 1,56. Í Bandaríkjunum fæðingartíðnin 1,6. Í löndum eins og Ítalíu hefur hún fallið í 1,11 og í Kóreu 0,7 og það þarf 2,1 barn á hverja konu til þess að viðhalda mannfjöldanum. Og svo bara farið yfir já, átölum við næstum með hann talar reyndar í millibilinu vandamálinu stólið, en það sem að Snorri Másson að segja bara nákvæmlega þetta sem einmitt viðurkennt í greininni sjálfri. Og þá talaði hrun mannúðar, fjölmargir sérfræðingar viðra stöðugar áhyggjur sínar og þróun hins vestræna heims sem stangast og alveg á við skoðunarbræðurnar Donald Trump og Snorra Másson. Og þá talað það náttúrulega að það sem hefur verið að ógna vestræni menningu sé einhvers konar gagnrýni á það sem hefur verið að eiga sér stað í Evrópu og það sem ég hef náttúrulega bara áhyggjur af aðalega bara að fólk horfist ekki í augu við nokkuð ljósan vanda sem hefur að gera með þessi mál. Ég spyr alltaf stjórnmálamenn, Þorbjörg Sigríður sagði að við værum að læra af
öðrum þjóðum og við værum að reyna að beita okkur fyrir því að gera ekki sömu mistök. Það var algjörlega eftir að koma í ljós hvort að það muni koma til með að standa. Ég veit alveg að þessi ríkisstjórn í innflytjendamálum er mjög smeyk við þá þróun sem hefur gerst með innkomu fólks frá Miðausturlöndum. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færð hann. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekki svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Ég vona bara að þetta leysist farsællega áður en að fólk fær algjört óþol. Og það er það sem við erum að horfa upp á, til dæmis eins og í Evrópu, þar sem að fólk fær að vita alveg ótrúlega slæm mál varðar kynferðisafbrot og annað og það gerir fólk algjörlega brjálað. Það mun bara koma til með að aukast. Þessi þróun mun bara koma til með að aukast þangað til að kemur stjórnmálamaður sem er tilbúinn til þess að taka í handbremsuna á þessu. Og það hvort að sá stjórnmálamaður muni vera eitthvað fullkomur brjálæðingur á bara eftir að koma í ljós. Ef að fólki mislíkar til dæmis stjórnmálamenn eins og Donald Trump, að þá ætti það að vera mjög umhuga það að nákvæmlega það sem að gerist sé að verði tekið í bremsuna á þessu. Og ég ætla að sýna ykkur hérna stutt brot þar sem að Donald Trump er að tala þetta og það sem að var, eins og segi, það sem mér fannst svolítið sérstakt í fjölmiðlum og umfjöllun þetta var að það var rosalega mikið talað það sem að Donald Trump var að segja, rosalega mikið talað það sem að Donald Trump væri svona að reyna að beita sig fyrir, en það sem að kannski kom mest fram í skýrslunni var ekkert endilega það sem að svona var það sem var sagt og í fréttum. Og hérna er hann að tala þessi mál og ég ætla bara að leyfa að spila þetta fyrir ykkur. Well, Europe is a different place. What do you mean and by if that? it keeps going the way it's going, Europe will not be, in my opinion, many of those countries will not be viable countries any longer. Their immigration policy is a disaster. What they're doing with immigration is a disaster. We had a disaster coming, but I was able to stop it. You know, we have no people coming through our borders now. 0, 7 months. I mean, who would believe 0? We went from millions of people, in some cases millions of people a month, but millions of people to no people. That's not what Europe looks like. The opposite, yeah. I know Europe, they're coming in from all parts of the world, not just the Middle East, they're coming in from the Congo, tremendous numbers of people coming from the Congo. And even worse, they're coming from prisons of the Congo and many other countries. And for some reason, they want to be politically correct, which actually I think is the opposite of politically correct. But they want to be politically correct, and they don't want to send them back to where they came from. And Europe is, if you take a look at Paris, it's a much different place. I loved Paris. It's a much different place than it was. If you take a look at London, you have a mayor named Khan. He's a horrible mayor. He's an incompetent mayor, but he's a horrible, vicious, disgusting mayor. I think he's done a terrible job. London's a different place. I love London. I love London. And I hate to see it happen. You know, my roots are in Europe, as you know. Right. And I hate to see that happen. This is one of the great places in the world, and they're allowing people just to come in and unchecked, unvetted. So how involved are you going to get? I mean, could we see you getting involved in European I want to elections, run the for United example? States. I don't want to run Europe. I'm involved in Europe very much. Might you endorse NATO candidates? calls me daddy. I mean, I have a lot to say about it. Look, I raised, you know, the GDP from 2% to 5%. The 2% they weren't paying and the 5% they are paying. And they're paying it because when we send things over, NATO pays for it, and I assume they give it to Ukraine. But Europe is being
destroyed. Would you consider getting involved in some of those elections to put in leaders that you think are better suited? Well, I've endorsed people, but I've endorsed people that a lot of Europeans don't like. I've endorsed Viktor Orban. I endorsed, go back to South America, Latin America, South America, Milei, Argentina. He was losing in the election and I endorsed him and he won in the landslide. Og svo heldur hann eitthvað áfram að blára þessa hluti. Sko, það sem mér finnst bara merkilegast í þessu náttúrulega bara það sem hann segir hann undir lokin. Þú veist, þeir eru vissulega að reyna að hafa einhver áhrif og okkur kann að mislíka það og viljum berjast gegn því og Evrópusambandið vill eflaust berjast gegn því og annað en það svo sem ég veit það ekki ég skil alveg að hann strjúki bara með hvernig hann talar þetta svona, ég skil mjög vel að hann strjúki fólki vitlaust en það sem að kannski sérstakt í þessu að ég held að hann tali þarna ekki á sama máta og kannski einhverjir myndi orða það en á svona á máta sem ég held að mörgum þyki fýsilegur. Ég held að séu margir sem eru pirraðir yfir því hvernig málum háttað og við getum alveg verið pirruð yfir því hvernig skoðanir fólks en aftur á móti að þá þetta bara hluti af veruleika sem hefur komið til með að snerta líf mjög margra í Evrópu og hefur verið að snerta líf Íslendinga í síauknum mæli. Við getum alveg logið í að okkur að þetta sé ekkert mál og þetta verði bara hægt að inngilda og eitthvað annað en sú tilraun hefur ekki reynst góð. Náttúrulega Macron sagði á sínu tíma að þessi tilraun fjölmenningastefnu hefði mistekist ef ég ekki að fara með fleipur. Angela Merkel hefur náttúrulega sagt þetta líka. Það margt að gerjast og ég held sko að stjórnmálamenn sem að telja sig að hafa betri hugmyndir en aðrir til þess að reka samfélag verði bara að taka þetta inn í myndina. Það eitthvað sem að ég held að mjög margir séu bara að pæla mjög mikið í. En ég með eitthvað fleira þar sem að þetta sko ræða J.D. Vance sem að hefur náttúrulega mikið verið talað og mikið verið svona fært rauk fyrir því að hann hafi haft mikil áhrif. Sko þarna segir hann í rauninni bara berum orðum í stuttum kafla sem ég ætla að spila fyrir ykkur næst. Þarna segir hann bara berum orðum hvað Bandaríkjamönnum hvað hyggjast gera gagnvart Evrópu og við skulum bara spila þetta eins og svo ætlum við að ræða þetta. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that Þannig náttúrulega að tala það að gera flokka eins og AfD að einhverjum hryðjuverkahópi. Þú veist, that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War.
They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Erum við ósammála þessu? Okkur getur fundist þessi maður vera algjörlega óþolandi og getur fundist það sem að honum finnst algjörlega óþolandi. Við getum alveg fundist það sem að Trump segir og gerir vera algjörlega óþolandi. En það sem að segja þannig ekki rangt gagnvart því sem hefur verið að gerast í Evrópu undanfarin ár. Og það sem segir, við getum alveg verið pirruð yfir því hvernig Snorri Másson talar,
getum verið pirruð yfir því hvernig Sigmundur Davíð talar, við getum verið pirruð yfir því hvernig Orbán talar og annað, en það sem við þurfum að horfast í augu við að það sem það hefur verið að koma fram í talsmáta þessara manna, ég veit ekki sko, það eins og við hötum mannin meira heldur en það sem þeir að segja, og ég held að sé ástæða fyrir því, út af því að það erfiðara bara að horfa í spegil og sjá það að þetta það sem rétt. Þetta hefur ekki gengið vel, þetta hefur gengið afar illa, og til þess að takast á við þennan vanda að það hafa Evrópusambandslöndin og Bretland og fleiri verið bara að kæfa niður það hvernig fólk má tala. Það það sem hefur verið að gerast, og það náttúrulega eins og hann J.D. Vance segir þannig, bara, þú veist, voru þetta einhvern tímann góðugörn? Hefur við hort til sögunar og hugsað bara, vá hvað var gott að þessu liði þarna tókst að í rauninni kæfa niður frjálsa tjáningu út af því að annars hefði sprottið upp eitthvað hatur eða eitthvað þannig. Það hefur aldrei verið þannig. Og það sem að mér fannst svolítið merkilegt og ég ákvað nú að gera þetta hérna í morgun að ég horfði á viðtal Bill Maher við Anna Kasparian. Anna Kasparian sem sagt sú sem hefur verið þarna stelpan í Young Turks á sem Cenk-Uygur. Það eru örugglega einhverjir sem hafa séð þetta, einhverjir sem hafa ekki séð þetta, en hún var sem sagt hjá Bill Maher. Og það sem að mér fannst svo fullkomið þarna, og núna ætla ég að tvinna þetta inn í Eurovision-umræðina, að fólk sem náttúrulega talar fyrir því að Ísrael eigi að vera bolað út úr þessu öllu, ekki tilbúið til þess að tala þá menningu sem var fyrir í Palestínu áður en að 7. október átti sér stað og Ísrael í rauninni réðist inn á Gaza. Það náttúrulega menning algjörs ofríkis sem hefur að gera með þá menningu sem reyndar víða í Miðausturlöndum, verst náttúrulega í Afganistan, hræðilega náttúrulega líka í Palestínu en víðar. Og það sem best í þessu að það fólk sem talar helst fyrir því að það að moka Ísrael út úr Eurovision og að það sé einhvern veginn inngilding og að þetta sé ekkert stress nákvæmlega það fólk sem aldrei tilbúið til þess að gagnrýna Íslam. Og ég reyndar birti mynd í morgun þar sem ég var frá ex-Muslims of Norway, sem eru svona samtök sem berjast fyrir réttindum kvenna meðal annars í Noregi, svona sérstaklega úr fjölskyldum múslima. Og þar einmitt sagði Björn Leví eitthvað og kom með einhverjar hugmyndir frá Bandaríkjunum og eitthvað annað, og ég bara sagði, já, það alveg hræðilegt, það hægt að finna fullt af hræðilegum hlutum. En það aldrei hægt að gagnrýna Íslam. Og það sem svolítið skemmtilegt í þessu og ég ætla að sýna ykkur það hvernig þetta alveg langt liðið inn í samtalið, og Bill Maher orðinn þannig rosalega pirraður út af því að þeir höfðu verið þannig að tala Gaza, og Bill Maher orðinn sýnilega pirraður. En ég ætla að sýna ykkur stuttan bút úr þessu út af því að þarna spyr hann einmitt það hvað henni finnist búrkuna og hvað Anna Kasparian hvort hún væri tilbúin til að gagnrýna það. If you had to live in the Middle East, so tomorrow, Anna, you got to go live in the Middle East, where would you live? You can pick one city, any city. You can, as far away as, say, Pakistan. You could live in Karachi. You could live in Cairo. You could live in Amman, Jordan. You seem to love Lebanon. I mean, Beirut's nice when the bombing's not happening and the assassinations have stopped. Or you could live in Syria. I hear that's wonderful in the summer. Well, we now have Al-Qaeda terrorists leading Syria. Or the Houthis, I'm sure, would make room for you. Yeah. Tel Aviv, or the West Bank, Ramallah, I think is wonderful for a little, in the fall it gets lovely. Where would you live? What city would you live in? Well, where do you think you'd be comfortable in that dress? I'm sure it would not be comfortable in this dress in any of the various Middle Eastern countries that have been... Já, hann spurði hana sem sagt svona hvar hún myndi vilja búa og hvar hún gæti klætt sig eins og hún að klæða sig þarna. Destabilized by you're not United States. You're not really blaming it on Whitey. Listen. Are you? You're blaming Islam on Whitey? I'm not blaming Islam on Whitey. But what you're saying is we destabilized, that's why you can't wear that dress? Did we not destabilize? Wait a second. We were funding terrorist organizations in Syria during the Syrian civil war.
starting are you- under the Obama administration. that's why Did you that keep- not destabilize that's- Syria? No, what's destabilized? There's let's a get- literal no. Al-Qaeda We're terrorist talking as about a your leader. dress. Oh, Why it looks you're- good. I know it looks why good. You're saying you can't wear that dress in Syria because of Whitey destabilizing? I didn't say that. Okay, that's You're what putting it's words in my okay. mouth. Okay, great. But the That's what United it States sounded did like. destabilize various But Middle I Eastern asked about countries. the Are you going to dress, deny and that? I asked about the dress, and you went right to destabilize. So is that why you couldn't wear that dress? Why couldn't you wear that dress? Why couldn't you walk down? You want me to talk about Why- jihadism I- and no, I- Islam, but like, Why won't you? Listen. Why won't you? I mean, I'm Why won't? Why? I don't believe in jihadism, which is why I'm furious not that just- the, it's not that the just- United States just had but a it's not freaking just Al-Qaeda terrorist in the White House. It's not just jihadism that is preventing you from wearing that dress. Are you saying every Muslim is a jihad? I don't think they are. Bill. Okay, why can't you wear that dress? Let's focus for a second. No, you won't answer this question. I'm not going to defend that religion, like that extremist religion at all. Why can't you but just that's not what say- this discussion is about. This discussion is No, about it's very much what it's about. ordinary, It's very much. innocent human beings that I don't want to be slaughtered, I don't regardless either. of what their religion is. No one does. Then stop starting wars. It's that simple. Stop attacking Israel, it'll stop. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottin, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottin eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Sko, það sem náttúrulega sérstakt í þessu og þú veist, óháð öllu sem að gerast í Ísrael og þú veist, það sem við bara tölum Miðausturlönd. Það eitthvað svo fallegt, það eitthvað svo gaman við það þegar maður fær fólk til þess að taka annan punkt sem hefur að gera og sérstaklega náttúrulega konur sem hafa verið svona að tala fyrir kvenréttindum, hafa verið að tala fyrir rosalega mikið að minnihlautahópum. Þegar það kemur að þessu, að þá alltaf bara svona, það eitthvað svona glitur í augunum á þeim. Það sem bara, nei, ég ekki að fara að ræða þetta. Og ég reyndar átti eitt slíkt atvik, þar sem að ég var að ræða við hann Þorsteinn Vaff Einarsson. Og ég ætla núna að fara að ljúka þessu bráðum og mér langar að sýna ykkur þennan bút út af því að hann sko, horfið á augun þegar að maður ber þetta upp það að þú veist hvað, þú berist fyrir kvenréttindum, þú veist það alltaf hérna frjáls Palestína og hérna transfólk og alltaf því að ég bara allir með mér. Svo koma hérna konur sem að segja, já, hérna pabbi minn að berja mig ef ég ekki tilbúin til þess að klæða mig á tiltekinn máta. Og það var bara það snúsa bara, var einhver að tala? Og hérna, ég ætla að sýna ykkur þennan bút. Ég bulla umræðina. Hérna, sko, en út af því ég tel þessi menningamál. Hefur þú, út af því að þú ert feministi, sko, tökum bara, þú veist, búrkuna sem dæmi. Hvað finnst þér búrkuna sem entity? Ég bara félagslegt fyrirbæri. Ég bara, þú veist, ég nenni ekki, veistu það, ég nenni ekki að láta veða mig í þessu umræðu, ég bara ætla ekki að hafa skoðun að því, sko. Í alvörunni? Já, ég bara treysti konu til þess að, hérna, sem að, þú veist. En þetta karllægt fyrirbæri, við hljótum að vera sammála það. Já, við getum alveg talað að. Og við veitum hvað gerist, hvað karlarnir gera ef að það ekki tilbúin til þess að lúta þessum mjög þrönga. Já, meina, sumar vilja vera með búrku og sumar vilja, hérna, þú veist, vera, hérna, fáklæddar og bara. En þær sem vilja það ekki. Já, bara, en þurfa að gera það. Já, það náttúrulega hrikalegt að hafa ekki val. Það hérna, ég tek alveg undir það, hérna, fólk almennt og konur að hafa val og við erum ráðið við sínum megin líka með ætlum að fara þangað, sko. En búrkan sko að vera alveg hulinn alltaf. Já, en það mjög skrítið val. Já, þú ert að segja það. Ég hérna bara alveg eins og það bara alveg eins og það mjög skrítið val innan gæsalappa að velja það að vakna á morgnana, þú veist, og
og mála sig og skreita sig. Það mjög skrítið. Það ekki jafn skrítið. Nei, ég meina, við erum alltaf háð einhverjum lögmálum af því að við búum í samfélagi, við búum ekki í tómi, þannig að, þú veist, og það bara ótrúlega, við búum ekki í sama heimi þó við búum í sama heimi. Við deilum þessum heimi en það eru svo ótrúlega ólíka kröfur og þær eru kynjaðar og þær tengjast alls konar hlutum sem að ég hef heyrt þig og fleiri svona hægri einhverja aðdúta segja. Það er eitthvað svo gullfallegt við þetta þegar það er verið að fara að ræða búrkuna. Og ég veit ekki, og þetta er sama eins og ég var að tala þetta er í flestum tilfellum til fólki sem er að tala gegn því að Ísrael fá að taka þátt í Eurovision. Sama hvað manni finnst þetta. Þetta er fólk sem er með track record að hafa alltaf rangt fyrir sér. Bara í rauninni getur maður bara tekið álitamál, spurt þessar manneskjur hvað ætti að gera og gert öfugt og þú kemur örugglega út á réttum enda. Það er það sem er í rauninni búið að vera svolítið saga síðastliðin ár. Að já, þú veist, eins og bara með Evrópu, með Eurovision, með búrkuna, með það að geta gagnrýnt trúarbrögð. Við náttúrulega útheltum ógrynni af blóði til þess einmitt hér í Evrópu að geta gagnrýnt kristina trú. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðinn þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðinn, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðinn. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Og hér er náttúrulega bara gert ráð fyrir því að þú getur gert grín að kristinni trú og getur kennt kynfræðslu í kirkjunni og verið að tala rassarýðingar og eitthvað fleira. En prófaðu að gera það í moskunni, skilurðu, Sigga Dögg. Prófaðu að fara í moskuna og prófa að keyra þennan fyrirlestur. Við vitum alveg hvað gerist og það vita þetta allir og það vita alveg allir af hverju þeir ættu að vera hræddir við það. Það vita allir af hverju þeir ættu að vera hræddir við að gagnrýna þetta. En þetta er sá veruleiki sem við búum við út af því að við höfum kosið það að menning okkar sé einhvern veginn vandræðalegt augnablik svona hjákátlegt fyrirbrigði sem hefur ekki haft nein jákvæð áhrif og allt sem að við höfum sótt muni eftir SAS-auglýsingunum sem að höfðu að gera með hvað er skandinavist og það er bara ekki neitt skandinavist, þetta er bara eitthvað ömurlegt og þeir eru öll ömurleg og sækja allir ykkar menningu eitthvað annað. Þetta er galið, þetta er bara galið en ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ég veit nú ekki hvað ég er búin að vera lengi, það stendur nú einhvers staðar hérna. Það skiptir svo mikið máli, klukkutími. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Partus.is/einpæling ef þið viljið fá þennan þátt í beinni á 5 dögum. Ég verður næst klukkan 8:30. Fylgist með því og svo bara, hafið það gott. Og eins og segi, ef þið eru að horfa á þetta á YouTube þá er það að horfa á þetta miklu seinna en allir aðrir og með auglýsingum. Getið fengið hérna þátt án auglýsinga og í beinni og strax náttúrulega í kjölfarið, þannig að það kemur út núna seinna í dag inn á partus.is/einpæling. Hafið það stórkostlegt og takk hérlega fyrir að hlusta.